5-7 þá getur aðeins eitt verið að byrja. Það þátturinn F9 blöð. Tveir harðir á föstudögum. Egill, verður velkomin. Það bara þannig, takk fyrir það. Hvernig kallinn? Ég har aldrei verið betri. Það ekki? Það bara svolítið svoleiðis. Já, ég menna það föstudagur og ég ekki allir í fíling af föstudögum. Já, maður hefði haldið það. Allavega ég rosalegum fíling því að við erum með stórkostlan þátt í dag. Sammála? Ég reyndar hvað djöfulinn að gera í dag. Nilvélinn á leiðinni. Nilvélinn kemur maður, djöfull hlakkaði til að tala um Nilvélinn. Já. Það sem Nilli í títukynstunni. Hann er breaking the code of the celebrities. Nú, hvernig er hann breaking the code? Hann er breaking the code of the celebrity því að, veist, málið er að þegar maður er a hot celebrity þá er auðveldra fyrir þig að, þú veist, ná þeir í, lokjum þessum helvítis hurðir. Það er opið hérna framherðu, já. Hvernig er Nilli breaking the code of the celebrities? Hann er sérst málið er, hann er að misnota aðstöðu sína. Hvernig þá? Og þú veist hvað hvernig þetta er, ef þú ert smá þekktur, þá er auðveldra fyrir þig, ef þú ert karlmaður eða kona, ná þér í maka. Já. Þú veist, hvort þér maki í langtíma eða bara í kannski 2 mínútur eða klukkutíma, skilur þú? Ég skilji. Nilvélinn er að nýta sér his celebrity lifestyle. Já. Hann gerir ekki annað en að afgreiða kettlingar allan daginn út og inn. Og hann er ekki, þú veist, hann er á menntaskólaböllunum, sko. Já, hann er náttúrulega svo ungur, sko. Hann er bara 17 ára. Ég held að hann væri 40. Hann er 94 ára. Já. Hvað er að gerast í álfurinn? Veist hvað það er? Nilvélinn fættur 1994. Ég man vel eftir 94, spáðu því. Ég geti nánast sagt þér hvað ég var að gera í nóvember 94, til það stöð síðan. Voru við ekki að fermast á það? Jú, maður var, ég var reyndar ennþá reynd sveit, ég verði ekki næ, ég var ekki byrjaðar í... Líka 14 ára? Já, ég er að segja það, en þú veist, 2 mánuð seinna og Kjellum var komin á 4, sko. Við erum ekki svo Valtarinn sem misti Sveindóð minn 8 ára. Já, ok, Valtarinn, við erum ekki að gróður á Valtarinn. Nei, hann er málegar, ég ætla bara að tala um Nilvélina. Bara Nilvél, þú veist, ok, þú ert að hot celebrity, en þú veist, þarft að vera með helvítis... Já, þetta er líka, sko, en þetta er líka, þetta er pínu ósangjant fyrir aðra stráka á menntaskólaböllum. Spáðu, ok, ímyndaðir, þú ert kannski í menntaskólanum í Kópavogi, segjum það. Ég var þar. Já, þú varst þar einmitt, en þú ættir að þekkja það. Þú sást Fjölnir Þórgeirs koma og sækja Marín Möndu bara og... Hann niðurlaði mig, það lappaði að sækja hann inn í skólan. Já, og þú sást bara þarna með snúð og kókum, sko, vissir ekkert hvað þetta gera. Ok, en ímyndaðir, þú ert kannski nýbúin að kaupa þér, þú ert nýbúin að kaupa þér einhverja flotta Toyota, segjum einhverja 2003 árgerð. Svona ágæta. Já, bara eitthvað svona, já, fína bíl, þannig að, þú veist, ef þú átt bíl í menntaskóla, þá ertu strax pínorði maðurinn. Já, þú veist, þá bleitir þið eitthvað. Já, og þér hlakka til að fara á ball, á menntaskólaball. Og þú ert búin að hugsa, ég var ákveð búin að vera skotin inn í Svansi, maður, ég ætla að reyna við hann á ballinu. Nei, lappar ekki Nilvélinn inn. Hot celebrity með sinn eigin sjónvarpsþátt. Svansi, hvað segir þú? Þú átt ekki breyk. Þetta er eiginlega pínu ósakið fyrir... Já, þetta er ósakið fyrir hina strákana, sko. Þetta er, sko, menntaskólastelpunar, það er ekstra, þú veist, það er elska ekstra meira hot celebrities en háskólastelpunar, sko. Það er elska líka hot celebrities en ekki að mikið á menntaskólastelpunar, sko. Og Nilvélinn, þú veist, Nilvélinn hann er ekkert að rífa í átnina neitt, sko. Hann þarf þess ekki. Þú veist, ég tók hann í gymnaðinu svona bekkjaði 30 kílónum held ég 7 sinnum, hann stann allt niður sig í ræktinu. Já, þú sér líka bara á hvernig Nilli lappar, hann hefur aldrei stíið inn í íþróttahús, sko. Nei, og hann talar skringilega og talar um mömmu sín alltaf. Þannig að þú veist... Það er ímestefnir sem ef hann væri ekki hot celebrity, þá væri hann ekkert að fara að bleita sig fyrir svona ángur svo 15-16 ára án grín, sko. En nú er hann bara að bleita sig repeatedly. Já, það er líka gaman. Fyrir svona 7 mínútur síðan og þú ætlar að reyna að ræða minna kynlíf og ekki verið af dónalegur. Eina sem þú ert búin að segja í fyrstu innkomni í þættunum, ég held þú sért búin að segja 10 sinnum að Nilli sé að fara að bleita sig. Akkur ertu, þú veist, þú tala bara í hringi. Hættum þessu dónaskap núna. Þetta er ekki dónaskapur. Þetta er eini þátturinn í vikunni. Ég er hérna alla daga. Þetta er eini þátturinn sem allt gengur út á kynlíf. En mér að kenna Nilvélinn kunni ekki að haga sér það. Nei, ok, allavega. Svo ég haldi áfram hverju þættinum. Þá er Nilvélinn að koma. Við erum með leynigjast sem við megum ekki segja strax frá af því að hann er í nýjum dagskrárlið sem að heitir Stuna dagsins. Það er svona... Það er sem sagt annarkvort fræg kona eða frægur kall að koma og... Þú veist samt að við erum að taka Æsufells feeling í það, Stuna dagsins er svolítið hérna... Þetta er pínu svona Howard Stern, sko. Þetta er smá svona, þú veist, hjólhýsa liður, sko, en samt gæti verið skemmtilegt. Já. Svona, já, hver er að stynja þarna? Já, og svo ætlum við að vera með 2 harðir leysa vandan. Já, við leystum síðast vandan fyrir dömu sem vildi kúr, skástrík, Katrín Hrakfallabálkar eða eitthvað. Já. Við hjálpum henni. Og svo er hérna Sverrir Bergmann á leiðinni líka og ég er með, sko, það er búið að dæla inn á mig mailum hvaða lag hann ætti að syngja og ég fór yfir það og yfirbyrða mest var beðum, ég veit að þú er ekki sáttu við þetta því að þú vilt party á föstudögum
Það voru langt flestir að biðja með Someone Like You með Adele, þannig að hann tekur það hérna eftir Sverris Bergman. Hættu þessu. Já, ég hingja mig hérna bara. Nei, þetta eru hlustendur að biðja. Það vantar ljósakróni í þetta stúdíu. Æ, þó að sé ekki Pitbull allar sólarhringinn. Það er þéttur þáttur hjá tveim hörðum. Skulum byrja á, alvöru lagi. Já, þegar Arnar Gunnlaugsson sendir SMS hann dýrkjöndalega, þá veistu að spila rétt lag í FM 95 Blö. Arnar Gunnlaugsson, djúðlega hann með þetta. Bróðir Garðar Gunnlaugsson. Og Bjarka Gunnlaugsson. Já. Og Rúnar Gunnlaugsson sem fóli líka, sko. Hann áttur að koma sterkur næsta árum, ég lofa því, sko. Og allir með sömu greiðslu og ég. Þau eru allir sköldlóttir. Þau eru eitt síðan að pæla í Blö. Þú ert nágrannað ekki? Það er ekki allir nei, ég bý bara einn út í sveit. Það er ekki allir sem er nágranna. Ekki? Jú, ég á nágranna. Ok, og hvernig eru þeir? Eru eitthvað shit eða? Nágrannar mínir? Já, svona Þú ert ekki að hugsa hvað ég fokkin hata þessar nágrannar mínir? Nei, núlnar bara, kósið hann uppi, sko. Já, sko, málið er svona eldri hjón bara, mjög þægilegt. Þau eru enda með dóttir og strák líka. Heyrur ekkert þegar þau eru getting down and dirty, eða? Nei, ég hef ekki varð við það. Ok. Sko, málið er bara þegar ég er ekki heima eða eitthvað. Já, sko. Ég flutti inn í Kóragöði í Kópavogi sem er svona mjög huggulegt rólegt hverfi. Þú veist, ég vaknaði fuglasöng og lítil börn leika sér úti og þetta er svona krútlegt. Já. Veist, ég nenni ekki að vera í 101 í ógeðinu þar, sko. Nei. Þannig ég er í krútlu... Þú vilt vera hann út í sveit? Já, mér líður vel hana. Hörðu, og ég þú veist, mér fannst góð hugmynd, ég flutti hann inn og við strákarnir svona, hörðu, ef við ekki bara fara nokkrir inn í sama hús, skilur? Já, þeir eru þarna allir félagarnir. Já, svona út af því að, þú veist, fínt bara, hörðu, fínt ekki að vala þessa nágranna. Út af því að, þú veist, það var ekki bara selja eina íbúðu í þessu shiti, skilur, því fór inn. Þannig að ég setti Gylfa, félaga minn, Gylfa Þór Gylfason, eigandi að Playas, Partyboy, sem kallaði Partyboyið mitt. Hann var ekki kallað það áður hann flutti inn, sko. Nei, ok. Þannig að hann flutti við hliðina á mér. Síðan setti ég félaga minn Kristján Óla Sigurðsson, sem kallaði Pókerfróðurinn. Hann fór á neðri hæðina og síðan Harry, sem kallar Harry Ísland, hann keppti í Herra Ísland 2005. Harry Toyota Harry? Já, Skate ási í Herra Ísland. Það var engin skítið meira ási í Herra Ísland, en hann kallar Harry Ísland. Nei, bara það sletti í engu sæti og allt niður á sig. Ok, þannig ég raðaði, sko, ég raðaði þessu félögum minn upp. Síðan hugsaði ég bara, hvað gerist með hinar íbúðunar? Djöfull vona ég fá ekki eitthvað leiðilega nágranna þangað. Hörðu, þetta er búið að snúa, þetta er hvað búið að gerast. Hvað? Verstu nágrannar mínir eru þessi félagar og yndislega nágrannar liðið sem ég hafði áhyggjur af. Já, ok. Ég er í helvíti, þannig. Það er það sem er að gerast. Nú, okkur? Bara að segja, út af Gylfi, byrjum á honum. Já. Hann heldur meðaltalið 3-4 partí í hverju viku. Endur hann kallaði Partyboy. Já, hei. Here the party. Partíin byrja yfirleitt svona 4-5 á næturna, sko. Ekki svona 7-8 þessu vennileg partí, sko. Já, ok. Og þú veist, endalaus máli, ef ég loka öllum glöggum og millihörunni og ég þarf að taka dyrasíman af og það er alltaf eitthvað flippaði partígæði ég ætla að fara inn og kíkja gilsaran ekki ætla inn að þið sem fara að dingla og banka og þú veist, það er að gera mig geðveikan það stóri geðveikin þarf að sofa í 8 klukkutíma til að stækka vöðuna, sko, það er bara þannig og þú veist, það er endalaus partí og ég vorkina svo gæna neðra þenni, Tóta og það gilur með púlborð og það er fyllibittur að fara í púl þá neglar kúlunum alltaf af hann að skoppa á gólfinu hann að gæna neðri hæðinni, hlýtur að vera geðveikur og síðan líka konan hans Tóta neðri hæðinni hún sko, náttúrulega er að trompast á þessu sko, þetta gilur veldur partíð 3-4 sinni í viku og allar fyllibitturnar sem komandi í Gylfa að fara að reykja út á sölum og alveg saman hvað hann segir oft, þú eru ekki henda stubpunum á neðri hæðina það er alltaf gert og já, það er með þú ert að tala um fulla menn þá já, það var gott sem það sem konan hans Tóta gerði, veistu hvað hann gerði? Hún tók alla stubbana einu sinni, settaði póskassin á Gylfa það var gott KO ef ég væri konan hans Tóta, ég myndi skýta í póskassin og málið er, þetta er að gera stóra geðhöfingjan geðveika. En pókerfróðurinn, hvað er hann að gera? Pókerfróðurinn næri hæðinni. Hann er eini maður í Íslandi sem hristir sig og stynur. Einn. Ok, þetta er svo mikið upplýsingu kannski? Nei, sko, ég er að segja þau. Ég er kannski bara ég er bara uppi, chilling, út af því alltaf... Hvað ertu að gera þú chilling? Ég er bara eitthvað chilling, skilur. Ég er bara eitthvað í maður iPad, skilur. Bara í iPad? Chilling. Þú veist, ég les ykkur vöðva síður og eitthvað. Síðan heyri ég bara eitthvað... Ángrínst, það er svona, þú veist, þannig að hann er beint fyrir neða mig. Og ég sendi eitthvað SMS gamli, hvað er að gerast núna? Og þá var hann bara að hrista sig, skilur. Ég var alveg farið niður og dinglað bara, hvað er að frétta? Það er eitthvað með þér? Nei, ég er eitt, sko. Það var frábært. Þú veist, hvað sem flókið er út að hrista þig? Haltu bara kjafti, án gríns. Og síðan, sko... Ég veit ekki hvernig ég á að haga mér við þessari sögu hérna. Nei, ok, ég er að lýsa the hell sem ég bý. Já, ég veit það, ég veit. Þú ert að leta þér. Já, og hérna, hörðu, síðan Harry.
helvítis Harry, hann var að kaupa sér eitthvað magnar, svona græjunörd, sko. Þú veist, það kemur nýr iPhone út, þá er hann fyrst í gæðin til að ná sér í hann og hann er bara einhver heimabíó og stærsta sjónvarp sem ég séð og þú veist, það er eitthvað á honum, sko. Og hann keypti sér eitthvað magnar daginn og það titraði blokkinu daginn. Titraði þegar hann hækkar þessum helst magnar á sínu, sko. Ok, hann var líka, er hann ekki nýkomin að fast, Harry vinni? Jó. Er ekki óskonum til hamingju með það? Jó, óskonum til hamingju með það. Já, voru þetta með stelpu? Jó, en þú veist, það mun ekki endað, sko. Akkur? Því að, þú veist, þetta er Harry, sko. Jó, ég er enda óskonum til hamingju með þetta og ég vona þetta gangi. Máliði bara ég þurfti að létta af mér, ég er í hell og þú veist, nú langar mér svolítið að fá losnaði við þessa félagi minn á blokkinu og fá bara ekki venjulegt fólk inn, sko. Já, þú veist líka, í staðin fyrir að losna við alla félagin, þú getur flutt, sko, þú veist það. Þú getur farið og skoða aðra íbúð. Það er eitthvað besta hugmynd sem ég heyrt. Á ég bara að drulla mér í burtu eitthvað? Já, farið bara ég þetta smá kolvetni, þá farið að fatta þetta sjálf. Tveir harðið með ykkur á þessum föstudegi og það er fílingur í okkur strákunum. Eigum við að vera svona rosa hressir, að hlæjandalega þegar lagið er búið og... Nei, það er það versta sem þú gerir, það er alveg sama í hvaða fjölmiðl þú ert, hvort sem þetta er sjónvarpi og útvarpi. Maður á aldrei að hlæja þið finnst ekki eitthvað fyndið. Það er alveg, hver kemur bara inn? Já, ég meina þannig gera þetta á FM, sko. Nei, þeir eru ekkert, þú veist. Þeir eru enda fáránlega lífsglaðir. Þeir eru ekki hlustað á krakkarna á mótnarna, magasínkrakkarna, þeir eru ruglaðir, sko. Já. Þeir hlæja alveg non-stop, sko. Tala mikið kynlíf, þú ert alltaf gaman mig fyrir að tala kynlíf, sko. Já, veit það. Þannig að þú veist, hvað segir þá við Binna, sem er með morgunþáttinn? Binna, ertu að tala um Brynja Már? Já, ég kalla hann ekki Binna, sko. Ég kalla hann Brynja Már. Kalla hann Brynja Már? Segir þú bara, hey, Brynja Már? Já. Segir ekki, hey, Binni, hvernig ertu? Binni? Binni, hann kallaði Binni, mútum allt neyru. Nei, það er bara eins og nafn á gullfisk. En málið er að hvað voru áttu félagin að fara? Við ætlum að ræða það, við erum að fara að keppa í fótbolta eitthvað til aðnir. Það er sem sagt, Vestló er með góðgerðarleiki sinn. Þetta er til að vera að safna fyrir, nú er ég búinn að skýta á mig. Allavega, þetta er eitthvað góðgerðarleikur, að vera að safna fyrir einhverju góðu málefni. Þú nettir ekki svona, þú veist, það var hindi. Jú, þetta er held ég út af einhverju í Afríku eða eitthvað svolítið. Og... fólk í Afríku? Já, veist, það er að vera að safna. Það þarf að styrkja það er bara það. Já, veist, ok, þetta er alltaf gott málefni. Þurfum ekki að krefja það neitt með. Nei, og það er klukkan 8 í fífunni. Og málið er, alltaf þau keppum þessu leiki. Við erum mætum hana félagarnir repeatedly alltaf tveir bestu menninni. Já, við erum búin að vera núna eftir 6 ári í röð. Alltaf með einhver aumingjum í liði. Já, ég samt sko, ég var að fá sent liðið okkar, viltu að heyra það? Ég vil heyra það, hvað með það? Ok, þið fáið appelsínugula bólið merkta allstars, ok, glæsilegt, takk fyrir það. Í hvaða stærð? Small, medium, large, extra large? Hvað heldur hún sé að senda með það? Ég þarf að vera sama ból og Jókvan, killuru. Já, en ég er að segja, hún er ekkert að senda mér hvaða stærðir á bólun, ég ætla bara að lesa fyrir henni. En ég kennst ekki hvað ég var að bera ofan það. Ég get að lofa því, þegar ég setja hann og ríðum úr ofan, hleypa stúkunni og það verður allt vittlust. Já, alltaf ríða úr ofan, shocker. Herðu, ok, ég ætla að lesa fyrir því liðið hérna. Hvað er með það? Ástæðliðið, það er sem sagt Öddi, Gils, Logi Geis, handboltamaður. Hann er í handbolta. Ég veit það. Hann er samt, hann er íþróttamaður, hann hlýtur að geta eitthvað. Já, hann er meittur í öxlinn, hann notar hann ekki í þessum leik, það er eitthvað shit. Já, Ingo Veðurguð, hann er eitthvað að spila með Selfossi. Hann getur góð, já, getur notað hann. Björgólfur taka Fúsa, ánægð með það. Herðu, þetta er nú bara sterkt lið. Skúli Jónu Káar. Já, hann er góður. Ánægð með það. Ævar Gudmundsson. Ævar Gudmundsson! Hörðu, hann er, Ævar Gudmundsson, sem er frábær náungi, best útastmaður í heimi. Hell of a man. Hann þú veist, þegar þú talaði við hann og hitta hann á götu bara, þá er hann fárlega ljúfur. Þegar hann reymar á sig skóna. Hann er hatast í maðurinn utandeildinni, vissir það? He becomes the devil. Já, hann breytist í eitthvað skrimsli og bara jarðítu sem hann bara tæklar. Hann er fótbrotið mann í utandeildinni, sko. Þú veit það, en Ævar Gudmundsson, málið er, er þetta ekki betra að missa sæðis on the field? Þú veist, hann er ekki að fara í bæi og fá sér glas og berja ykkur. Það rúlar ekki þannig. Hann bara fyrir fótbolta, fæst má útrás. Hann er Ævar Gudmundsson, það sem hann er. Veistu hvað hann gerði daginn? Hann bekkaði 160 bekk klukkan 06:20 í spöngjunni í vörglas þegar menn eru sofandi 160 bekk. En þetta er þetta Ívar Guðmunds. Ívar Guðmundsson. Ok, hver er næstu? Hell of a man. Hjörvar Hafliða, Hjöppi K, vinnur okkar, hann er í markinu. Hann er í rammanum. Já, og svo stendur þetta Dóri DNA. Hæ? Hvað í ósköpunum með Dóri DNA að fara að gera í fótboltaliðinu okkar? Hann er að halda vatninu, það er bara þannig, sko. Já, ok. Hér er Dóri DNA, er ekki að finna á öllin, ég get lofaði því, sko. Nei. Það er bara þannig. Eru menn geðveikir það? Hefur hann séð bolta? Veitu, leið mér að geta, þessum lænuðu liðinu upp, það var Vestló liðið, það ekki? Já, ég meni, ég skil ekki þetta. Það var að hafa Dóra DNA í vinstri bak og henda Gauðlessi hægra bak. Ná, grín, sko. Sko, Dóri DNA er snillíkur, virkilega einn af mínum uppáhaldsuppistöndunum, en þessi maður hefur ekki séð bolta á ævi sinni. Ég veit ekki hvað hann er að fara að gera í þessu liði. Og veist hvað hræði mig? Svo skrifar hún, þetta er hún Svala Rakel Hjaltadóttir sem er góðgerðaráði í Vestló. Svo segir hún,
ásamt fleiri góðum. Frábært, einmitt, ásamt fleiri góðum. Það að Vestarsson lest í svona meili. Hún taldi upp Dóra DNA. Já. Og allir sem eru ásamt fleiri góðum eru verri en hann. Já, það eru Jöggvan. Mástu það að Jöggvan með okkur í körfuboltaleiknum? Ég vil drulla hann á sig það. Já, það er bara, ég spurði hann líka eftir leikinn, herðu, stundiði íþróttin í Færeyjum? Já, ángreis. Ég aldrei séð hann eins. Mér veist það bara þannig, Vestlóliðu bara hringi 2 harða, segir, lænið þið liðinu upp. Já. Já, ángreis. Þú veist, Jöggvan mætti hann í körfuboltaleikinn. Já. Með allt niður úr sig. Ángreis, málega áttu, Jöggvan góður að gera þrennt. Jöggvan góður strákur. Nei, hann góður í þreifur. Þannig að þú bara vita hvað góður í. Já. Hann góður í að dúlla, góður í að klippa hár, góður í að syngja. Já. Búið. Já. Hann góður í fótbolta eða körfubolta? Negativ. Ef hann mætir hann í kvöldi, ég hendur hann út, það er bara hann. Það er þannig, sko. Og þú veist, og þessir og fleiri góðir. Það er hansi hópur. Þú veist, ángríns. Hún veit alveg hverju fleiri þessi fleiri eru. Ég veit það, og fleiri þýðir Jöggvan, Kalle Benson, einhverju sem við vitum að kunni ekki íþróttir. Hver er coach? Ætli það sé ekki Dóri DNA, ekki hann að fara að spila leikinn. Nei, ég segi fáum Valtaran, ég að vera coach. Coach, ok. Já, fáum Valtaran. Herðu, en nú hins vegar er komið að kveðju. Áður fyrir mér næsta lag. Okay. Það er ung stúlka sem heitir Salka Heimisdóttir sem að lendi í skelfilegum slysum daginn. Hún liggur á sjúkrahúsi á Akureyri og hlustar alltaf á 2 harða á föstudögum og þetta er sem sagt óskala til hennar og ég vona að hún láti sér batna sem allra fyrst. 2 harðir senda baráttukveðjur. Baráttukveðjur og baráttukveðjur til allra á Siglufirði og votta ég öllum mína dýpstu samúð. En þetta er lagið fyrir hana og það heitir You Smile. Magazín á FM 957. Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Springur þú úr stressi á 15 sekúndum. Tímasprengjan, svaraðu vitlaust, heilahristingurinn, stafapressan og botnaðu textan. Morgun þátturinn Magazín. Virka mótna klukkan 7. Verslun Bílabúðar Benna og bílaklúburinn BMF Kraftur bjóðu upp á langan bíladag á morgun laugardag. Félagar í BMF Krafti kynna starfsemi sína og starfsmenn í verslun Bílabúðar Benna gefa veglega afslætti. 15% af vetradekkjum, 20% af bílaefnavörum og 10% afslátt af öllu öðru. SS Pilsur og Egilsgos á línuna. Komdu á langan bíladag í verslun Bílabúðar Benna í Vagnauða milli klukkan 11 og 4 á morgun. Bílabúð Benna, sérfræðingar í bílum. Hamborgaraból og Tómasar. Hreyfum okkur reglulega. Hamborgaraból og Tómasar. Nóa Kropp. Ómissandi, brakandi snilld. Hleðsla frá MS. Próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Besta steikasalatið í bænum. Og kóriandersósan okkar á sér enga hliðstæðu. Ekki missa af nýja steikasalatinu okkar. American Style. Segðu engum frá, en nú er Pop Secret án transfitu. Borða þessi skilaboð. Pop Secret, popið í bláakossunum. Ísland Opoli. Borðspilið sem fer með í ferðalag Ísland. Ísland Opoli. Skemmtilegra Opoli. Komið í verslanir. Sena. 11 tegundir af ís og lél. Ísbúðin, Háleitisbraut. Gaukur og Stöng, föstudagskvöld. Shogun, Endless Dark, Trust the Lies. Nánari upplýsingar á gaukurostöng.is. Fjölskyldu Alias mikil fjölskyldu skemmtun. Allir á móti öllum og börnin spila með mömmu og pappa. Fjölskyldu Alias fær fjölskylduna til að leika saman. Fjölskyldu Alias fæst í Hagkaup. Þó veturinn láti bíða eftir sér, gera milljónirnar það ekki. Lottopotturinn stefnir í 18 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Bertóni jakkafötin eru komin í hús. Herra Hafnarfjörður. Heineken Star Party á Café Olivers næstkomandi laugardagskvöld. Ofursveitin Agent Fresco stígur á stokk. Og ískaldur grænn á flottu tilboði allt kvöldið. Allt í boði Heineken. 100 leiktæki. Komdu að leika. Skemmtigarðurinn Smáralind. Til að fagna nýjum Yaris á götunum þá bjóðum við þeim sem aka Yaris nýjum eða eldri upp á ís fyrir alla í bílnum nú á sunnudag á milli klukkan 15 og 17. Nánari upplýsingar á Facebook síðu Toyota á Íslandi. Komdu í Yaris bíltúr Toyota. FM 95 Blö er í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Já, þetta er hljómsveitin Ice Guys.
Allir með útvars röhöd. Herru, það meira þess að við getum glatt aðdándur Ice Guys. Við reyndar heitum ekki Ice Guys, það viðbjóðsleitnafn og við munum aldrei kalla það. Ice Boys. Já, Faggot Boys eða hvað sem Það það að koma jólalag. Og ég ætla ekki að segja neitt meir. Með Faggot Boys eða? Já, og það verður skemmtilegt lag. Það er eina sem ég get lofa. Það segja stóra geðhöngina frá því. Jú, það var pælingi sem ég var að segja daginn, það sem ég ætla að breyta. Já, ég má ekki segja hérna í útvarpinu því að það var pínu surprise. Herðu, en það komin til okkar góður gestur. Þetta maðurinn sem að gera allt vitlaust í öllum menntaskólum landsins. Þetta Nil Vélin, verður velkomin. Takk að kjallaði fyrir. Nil Machine. Hvað segir Gemli? Þetta orðið búið að festa svo við mig. Ég var að vinna með drengi úr MS í sumar. Varst að vinna með drengi úr MS? Já. Að þetta drulla yfir Nilvélina, hann var að mæta sko. Ég veit það, mér finnst bara eitthvað svo fallegt hvernig hann talar. Bara sem sýnir hvað, þú veist, á dagur íslenskar tungu. Það mismælti sig, viltu ekki bara taka snúmun og hálsliðnum? Nei, ég var að tala um hvernig hann orðar hlutina. En, já, sorry. Mismælti ég mig? Nei, hann talaði rétt sko. Talaði bara áfram. Ekki láta blöða. Nei. Ekki láta sláðu hann kallaði mig ekkert annað en Nilvélin. Já, þetta góð nafn. Þetta stórkostlegt nafn. Já. Kettleikarna kallaði líka Nilvélin, eða ekki? Jú, ekki spurning. Já, stundum svona enska mátan, sko, Nil Machine, sko. Nil Machine. Það að segja, give it to me, Nil Machine. Give it to me. Svona bæði og? Já, málið Nili, við veitum alveg hvað þú ert að gera, ekki? Ég alveg búin að kynna með það. Já, allan að þið auglýstu það hérna. Sko... Ertu grimmur á menntaskólaballónum? Ég? Já. Nei, ég rosalega... Ég bara alltaf léttur, sko, strákar. En þú mætir? Ég mæt, þetta rétt eins og annar maður, hver annar maður. Erst þú fann að neyta áfengis, Nilvél? Nei. Ég alltaf edrú. Ok, við ánægum við það. Hann að ljúga okkur. Ég áfengisjúklingur, veit. Ertu? Nei, ég að tjóka. Já, ok. Sko, þú ert ekkert að fela eitthvað fyrir okkur félagunum. Nei. Lili, þetta Circle of Trust hérna. Já, maður gerir stundum... Þetta er bara við þrýfélagin að ræða málinn. Nei, ég er bara að tjóka. Jú. Það gerir stundum svona gott kvöld. Þú drekkur áfengi, það er bara hannig. Já. Og þú fættur hvenær? Ég fættur... bara... Ælduði útöðu, Nilvél, hvaða ár? 12. desember 1993. Já, 93 ára, veldum að vera 94. Hvað ættu þá gamall? Þá er ég 18. Erfitt að reikna. Ég er ekki að reikna það, þú má ekki bara spyrja. Hvað ertu þá gamall, Nilvél? Þetta er 1993. Og afmæli í desember? Já, afmæli í desember. Sígur það ekki? Nei, alls ekki. Afmæli, síðan koma jól. Farðu svona ekki jafn impressive pakka í, þú veist, 12. desember aftur? Jú, bara bæði og, sko. En ég reyndar ekki að halda upp á ammali mitt lengi, sko. Það er ekki dýra að gefa í ammaliskjöfu að það er alveg að koma jól. Fólk er að spara það ekki. Hvenær verður tvítugur, Nilvél? Hvað segirðu? Hvenær verður tvítugur? Reikna þú núna. 2013 Þá heldur upp á það, sko. Það er bara hannig. Já, ætla það ekki. Ég segja, Nilvélin tvítugur, þá hann er búin að fara svona 3 sværi meðferð. Já. Ég sé það á Nilla, hann er ekki að höndla þessa fræð. Nei. Maður sér það bara hvernig... Hvað meinið þið? Það er bara hannig. Sko, Nilvélin er líka, þú ert að þræða menntaskólaböllina, það ekki? Þú þræðir þau. Þú veist, ef að MS er með bara á 5, þá mætu þau hangað og ef að Kvenna með bara á 3, þá ferðu þangað líka, það ekki? Þú út af því. Segðu þú kent á Nilvél! Segðu það satt? Nei, ég hef aldrei farið á MS-ball, það má ekki. Nei, ok. Í hvað skóla ertu? Í hvað skóla? Ég er í Hamrahlíðinni. Já, ok, menntaskóli Hamrahlíð. Já, nei, ég segir eitt eða eitt, það má ekki fara á MS-ball. Þau eru lokuð. Það eru allir kolvittlusir í MS. Í alvörunni? Já. Máttu ekki? Nei, það má enginn utanáskólan nefandi fara á... Það er heimskólsi, ég held það. Er það bara í MS eða er fleiri skóla? Nei, ég held það sé bara í MS. Þú mátt alveg grítar á Vestlóböll. Já. Þú hefur gert það alveg ekki? Flekaðir og allt, sko. Flekaður á feskum. Já, grín, sko. En hvað hérna segðu mér, Nili, ertu maður einsamall eða áttu konu? Herðu, nei. Ég get alveg svarað fyrir þig, hann er á lausu, það er bara þannig. En þú varst komin í sambandi daginn, ekki? Jú, það var face-rip hjá vinkonum minni. Það var face-rip, já, ok. Eru stelpunar að stríða á Facebook? Já, þetta er æsku vinkonum minn, sko. Nilli hefur engan á því að fara í samband núna, ekki lofa því að Nei, það liggur ekki bara. Nei, ekki neitt. En byrju, af hverju leifur honum ekki að svara? Hann segir jú, ert að leita þér að... Hann segir það til þess að... Við getum hjálpa honum hérna. Já, ok, Nilvél, viltu hérna... Nilmenn, við erum hérna með það sem að kallast símalína. Já. Eitthvað við að aðtúa hvort það sé eitthvað stelpur á núti sem vilja fara á stefnumót með Nil Machine. Það er síminn og að gefa þessu eitthvað. 511-0957 fyrir stelpur sem að vilja fara á stefnumót með Nil-vélinu. Herðu, það er allar línur glóandi. Já, ég ætla að tjekka á þessum. Þú ert þroska eftir. Maður sjá. F9 blöð. Hörðu, það var... Hörðu, þú var að lækka. Ok, þessi er alveg farið. Halló.
Hann fyrir stelpur. Nei, hann ekkert Þetta nýjum með blöð. Ertu viss? Sæli strákar, hörru. Þetta bara strákar. Það allt í lagi. Nei, róli. Ég ætla ekki að fara að lóka hérna Nillan, sko. En það eitt. Glesnika. Já. Nú, sko, ég hitti hérna Herp í gær. Hann var að tala það að þú værir bara allir í smápíkunum og hann væri í Sigtun. Já, það málið það. Og hvernig í anskotunum, ef þú varst að hjálpa honum Nilla að hífa upp einhver 30 kíló í bekknum, hvernig getur það gæðið að hamast á kettlingum? Nei, þeir sko málið að Nilli, sko, þó hann sé ekki að rífa í lóðin. Það getur ekki verið að bleita kettlingum. Jó, þó hann sé ekki að rífa í lóðin, þá notar hann celebrity lifestyle til þess að ná í dömum. Hann þarf ekki vöða, hann líka með svo skemmtilegan talanda og góðan orðaforða. Og bara svona almennilegur náungi, sko. Hann elskar mömmu sína mikið, tala mikið um mömmu sína og stelpunar elskar þetta, sko. Herru, þetta er samt, við erum að taka þetta eftir, ég er að leita stelpun. Já, réttum deiti fyrir hann. Já, það er leitar hérna, má sjá. Einhver stelpa? Þetta er að leika sér. Skelltu bara á partyflipparinn og bara beint í... Halló. Hæ. Nei, þarna er komin dama á línuna. Þarna kom dama. Já, hvað heitir þú, vinkona? Björk. Björk, ok. Hvernig líst þér á Nilli-vélina? Ég er ekkert eitthvað fyrir hann, sko, en hann er fyndinn. Þú veist hann situr hérna, sko. Takk fyrir að niðurlega Nilli-vélina, hann er bara hérna... Ég var að hlusta á sko. Já, ok, hvað ert þú gömul? Hvernig ert þú fædd svona, cirka? Ég er aðeins ung fyrir Nilla, sko. Nú, hversu ung? Hann lætur... Ég er maður samt að besta aldrei, sko. Ekki veðja upp á það. Hvað ertu gömul? Ég er 13. Já, Nilli, ertu Nei, ekki tóki. Herri, já, við verðum að viðurkenna, þá ertu alveg 2 árum of ung fyrir Nilmenn. Það er bara hannig, því með ykkur. Herri, við skulum hætta bara þetta með síman. Herri, Nilli, fyrst þú ert hérna, við ætlum líka að tala það er stórkostlegur þáttur í okkur. Og málið er, þú þarft ekki á neinar ágjörn Nilli-vélinni, sko. Þú þarft ekki að vera að taka fólk inn og redda hún deiti, ég get lofa, hann er að plugga það sjálfur. Nei, líka, það er enginn að leita sér að deiti milli 4 og 6, sko. Nei, nokkulega, en það var líka samt, sko, ég spurði hann að blaða hvort hann vildi vera á föstu. Þú ert svona gaurið ekki, þú ert svona kúrari og vilt vera á föstu ekki? Jó, auðvitað minn, það er alveg laukrétt hjá þér. Mér finnst það betra að vera á föstu, sko. Það ekki, þú ert þannig típa einhvern veginn. Já, ég held það. Hefur verið í a relationship, eða? Já. Hvað er lengsta sambandið þitt? Það var bara fyrsta og eina sambandið sem ég eitthvað svona almennlega sambandið sem ég verið í. Það var hálft ár. Fyrsta unglingasambandið, skilur. Akkur hætti þið saman? Hvað gerðist? Var það hún sem að popped your cherry? Nei, alls ekki. Ég var bara rugglaður. Já, þú ert rugglaður, Nilli. Ég er kollrugglaður. Var það hún sem að popped your cherry? Hæ? Var það hún sem að popped your cherry? Segðu bara, tala íslensku. Ég varst það. Nei, mistur sveindómi með henni í fyrsta sambandinu? Stráka mínu, við erum komin svolítið á persónlegt. Hann vill ekki tala. Þú ert svolítið að fara við strikið þarna. Já, ég gleymi stundum ég er að tala um úrling. En byrja eitt, það spyrir á Nilli-vélinn. Í þættunum í kvöldu og týndu kynnslóðinni, þá fórum við Köpen. Þá fórum við til Köpen. Ég verið að fara til Köpen áður. Já, nokkur sinnum, já, família þar, sko. Þú ert heimsborgar, Nilli, það er bara þannig. Er ég, já, menningarlegu maður, sko. Já, þetta var alveg stórskemmtilega að ferja í Köpen. Við held ég munum skila af okkur góða efni í kvöld. Já. En sjálfsögðu, þú veist ekki hann Lúla og þú líka. Og voru dönsku að taka vel í The Nil Machine. Þeir dönsku? Þær dönsku. Það er dönsku? Jú. Já. Hver er ekki að klára Nilli-vélina? Það er bara svolítið þannig. Bæði Danir, Svíjar og allt þetta. Já, en semst að þetta er 20:07, Títakynslóðin, Köpen. Þetta verður fíla, hvet alla til að horfa. Stórkostlegt, herru, það styttist í Sverrir Bergman, hann er að fara að syngja fyrir okkur Adele-lagið Someone Like You og svo er að koma til okkar leinigestur og stuna dagsins og eitthvað, þannig að ekki fara langt en það er komið að smá auglýsingu. Ég er með allt niður með þetta núna, nú vantar tæknimann. Hvað ætti að gera núna, ángríns? Hvað ætti að reyna að gera? Ég átti að fara í auglýsingar, ég kann það ekki. Þú ert, ángríns, hvað er þetta? Þú ert búin að vera inn í 3 vikuröðun, þetta er ekki flókið, þetta er bara 2 takkar og mús. En okkur treystaði mér í það að vera, ég er ekki með tæknimann. Hvað fjandinn á ég að gera þetta? Tæknimann! Drullaðinn! Á ég ekki bara að lesa auglýsingarna sjálfur? Hann er að koma, Heiðar er að koma, Heiðar er að koma. Kemur Heiðar. Hann er í einhverju tómu tjóni. Kom eitthvað kolvittlust þarna. Ég átti eftir á netinu sko, en þetta er búið að leikja ekki hérna. Nei. Hvað er að tala um? Ég ætla bara að fara í auglýsingar. Þú ekki bara að setja það á? Ég var að íta þennan takka, þá kom allt í einu... Þú ert með allt niður. Hafðu hausinn í lagi með Moosehead. Moosehead eru heitustu mótunarvörurnar á markaðnum í dag, en þær eru ætlaðar karlmönnum. Í tilefni þess að Moosehead er að koma til Íslands þá ætlum við að vera með skemmtilegan leik, þar sem vinningarnir eru flottir og öðruvísi. Findu Moosehead á Facebook, settu like á síðuna, findu hvaða Moosehead hentar þér og þú átt möguleika á að vinna.
Nike 6.0 brettagalla. Heilan bíósal undir þig og vini þína til að spila tölvuleik eða horfa á kvikmynd. Fría klippingu í heilt ár og einnig ársbyrðir af Moveset mótunarvörum. Hafðu hausinn í lagi með Moveset og FM 957. Eldsmiðjan. Taktu með 16 tómu pítsu með 2 áleggstegundum á aðeins 1895 krónur. Ég alveg hættur að veita fólki 3 óskir. Það endar bara í einhverju væntingastjórnunarrugli. Nú sinni ég bara alhliða þjónustulausnum á heildarsviði. Nú enn auðveldara að ná sambandi við þjónustuanda Vodafone. Þín ánægja okkar markmið. Vodafone. Já, bara alhliða heildarlausnum á þjónustusviði. Þú farð Forever 21 vörur fyrir jólin á outfit.is. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Pepperoni bátur og gos á aðeins 1090 krónur. Nonnabiti Hafnarstræti og Bæjarlind Kópavogi. Gaukur og Stöng föstudagskvöld. Shogun, Endless Dark, Trust the Lies. Nánari upplýsingar á gaukurostöng.is. Minni birta, meiri milljónir. Nú stefnir lottobáturinn í 18 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. Bertoni jakkafötin eru komin í hús. Herra Hafnarfjörður. Sparaðu í Krónunni fyrir jólin. Jólaselgæti á frábæru verði 50% afsláttur á nammi barnum á föstudögum og laugardögum. Og með hverri 4,2 lítra kókkipu fylgir jóladagatalað eigin vali á meðan birgðir endast. Krónan fyrst og fremst ódýr. Reykjavík Rocks kynna eitt stærsta dubstep artista í heiminum í dag. Mount Eden og Sigur á NASA í kvöld. Miðasala fyrir fram á Pizza Pronto og miði.is. Ekki láta þetta kvöld fram með þau fara og skelltu því einum svellköldum Miller. Dikta, Trust Me útgáfutónleikar í boði Beefeater á NASA 24. nóvember. Miðasala hafin á miði.is. Hvað er að gefa mömmu á 50-samælinu? Ég veit, gefum henni kúltúr óskarskrím. Hún getur þá sjálf valið hvað henni langar mest að gera. Hvort sem það konfektgerð, vínsmökkun, eða eitthvað allt annað. Já, hún verður alltaf að potta í dánu með það. Það er fín hugmynd. Óskarskrím ný leið til að gefa tækifærisgjafir. Gefðu upplifun í ösku. Óskarskrím.is. FM 95 blöð í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem Kredia.is. 95 blöð með ykkur á... Það er að útskýra fyrir með rassandlit. Ángríns. Rassandlit, hvað er það? Nei, út af því, þú veist, nú eru búin að vera 53 mínútur á þættinum og þú ekki búin að setja Pitbull einu svona á ángríns. Ég var að reynda að setja Coldplay á. Ég var að spá ykkur myndi að taka eftir. Það er ekki búin að reyta Pitbull. Það drápa sér 3 bara hérna núna síðustu hálftíman. Það er margir settu bara, hversu, hann með 67 slagar sem allir á einna, veist, einhverjum... Það var eitthvað einn sem sendi mig mail daginn og sagði að ég væri búin að spila þetta lag í öllum þáttunum. Hvaða lag? Paradise með Coldplay. Mér finnst þetta reynda flott lag sko. Og ég er ofta að velja lögin hérna í tölvunni sem mér finnst flott. Ég með líka búin að lofa Robba Kronik, ég ætla að spila Juicy með Biggie Smalls eftir. En hugsa ekki á raskat á sjálfveldu, bara hlustendur sem vilja Pitbull. Já, ég skal spila Pitbull hérna rétt og eftir. En herðu, ég var að lesa hérna á Vísi, ég veit ekki, það var einhver kjánaleg umræða kallinn. Það var hérna, já, voru konur að tala þig að gera einhverja greinu, þetta eitthvað sem þú vilt ræða eða? Hvaða greinu að tala? Það voru feministar að tala hérna bókina þinn og þú værir karl, eða sem sagt mannasöðu. Já, það var eitthvað rakkaði mér. Já, málið er bara Blondell. Það sem gerist út að ég er núna successful netsöldur í töfundur. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Ég er top 3 öll jól. Það er bara þannig. Út af því að allar þessar 750 bækur sem koma hver jól eru þunglindi. Nefnum ég er eini maður sem bara skrifa bók til að fólk hlæja. Það er bara þannig. Og þá er eina, þú veist, öfundsíkin er a bitch. Þannig að þetta lið... Öfundsíkin er a bitch? Já. Þannig að málið þetta lið vill ekki stóru geðhöfingis að selja henni einustu bók. Þannig að það byrjar yfirleitt svona miðjanóf, The Attack, á stóra geðhöfingan. Það er að eyðileggja fyrir bókasölunni. Bókin kemur nú 24. nóf, það er svo veist vikið eða eitthvað. Þannig að nú er The Attack byrjað. Veistu hvað gerist alltaf? Í alvörunni, heldur í hausnuðinum að þetta sé attack mode hjá þeim til þess að eyðileggja, heldur það sé búin að plana að gera þetta rétt að bókin kemur út? Hvað heldur þetta sé? Þetta er hver einustu jól, ekki við sér 3 ár. Ok, þannig að þú heldur að feministar hittist og ákveðið saman, herðu, ok, við erum búin að ákveða að plan of attack á Gilsarvíkjan. Ég er bara að segja það. Já, ég veit að ég veit ekki að þú var allt skipt út. Það er mikið löfunsíki í þessu, veistu, í bókaheiminum stóra. Ég er bóðflenna í, veistu, rithöfundar. Það lítur með þessi bóðflenni þeirra hóp. Ég á ekki að vera þarna.
Þannig að málið bara að En af hverju lítar á það sem boðflenn? Af hverju þið ekki bara tekið mátt með örum? Út skemmtilegur og opinn strákur? Út af því að ég fell ekki undir ímynd rithöfundis. Ég er ekki ógeðslugur. Ég á fullt af vinnu sem er rithöfund. Ertu að segja að Þorgrímur Þráins er svo ógeðslugur? Nei, ok, það eru nokkra undantekningar. Tóki Þráins auðvitað. Já. Það er Sölvi Tryggva, Þórður Þórðarins, Jakob Bjarnar. Það er svo nokkri menn sem eru með þetta. Ég get að segja allir, en 99% af þessu skilur. Þannig að þeir eru eiginlega fyrir, en það sem gerist alltaf hver jól þetta þjappar gilsstaðadóndu saman. Þeir sjá hennan kúk sem gilsöðungin er að fá, þeir þjappa sér saman og ég sé alltaf bara fleiri bækur hver jól út af þér. Þannig að það er sem gerist. Já, ok. Þannig að ekki láta þetta eitthvað pirraði og þann blóndi á. Nei, ég sá þetta bara, ég er endar okkar á milli, þá er ég líka að fá pínu skít á netu núna því ég sagði á fótbolti.net að Ku Klux Klan myndi kannski skora 2 fyrir Liverpool helgina, var eitthvað að djóka það og Liverpool menn þeir eru svo rosalega viðkvæmir. Og það Suárez kallaði Evra blokkamann daginn. Já, það er náttúrulega ekkert boss þannig neitt í þessu og okkar á milli þó ég sé að grjótarður United maður, þá er ég ekkert viss hann hafi verið með eitthvað rasisma við hann sko. Þetta var samt þetta ljótt tvítjaður sko. Ég skila þessu að brjála þér sko. Nei, ég skil það ekki. En nei, það má alveg stríða Liverpool-mönnum þessu öðrum. Ég veit að það er líka ef einhverja rakkanur Wayne Rooney eða eitthvað, ég verð ekki sár, skilurðu. En er ekki Tiny Little Baby Little Swiss með hann að fara detta inn? Jú, hann er að fara að syngja lagið Someone Like You með Adele og ég er að spája hvað lag með Pitbull hérna. Nei, en samt ángríns. Getur ekki fengið Big Swiss að syngja eitthvað annað en Summer Like You með Adele, þú veist, án gríns. Nei, þetta var... Hann er búinn að taka 2 Pitbull-röðu lög. Núna, ég að setja Pitbull fyrir þig. Jöfusist þunglindist lag, án grís. Egil, hann er að koma þetta með lagið fyrir okkur. Hann er í bílnum núna. Ekki vera, þú veist, fyrsta mannin á hann kynni. Fan, sko. Já, þetta var lagið sem mest var beðum. Stelpunar, sko, þú veist að stærsti fanbase-in hans Svessa eru stelpur. Þær vildu að heyra hann syngja Adele, Someone Like You. Hann er að fara að syngja það hérna eftir. Við erum ekki að fara að læra fans down. Það er bara mál útrætt á. Já, en þetta glæði þig. Hvað? Nei, ég ætla að setja annan lag á fyrir þig. Þetta gleður mér alveg rosalega, nákvæmst. Ég held þetta að vera Pitbull. Ég hengi mig bara hérna. Leitir. Herri, já, sorry með þetta. Þetta átti að vera Pitbull, en ég skal lofa þér að ég spila Pitbull. Er þessar græjur það flóknar okkur? Sérðu ekki nafni á laginu sem kemur næst? Æ, ákveður þetta að reyna að láta lítið út eins og ég kunni. Horfðu fyrir fram á mig. Hvað sérðu marga takka þetta? Þetta er ekki svona 300 takkar. Þú nota kannski mestalega 2 eða eitthvað? Nei, ég er að nota svona, ég er að vinna með eitthvað 8-10 takka og ég er að reyna að læra á það, maður. Þú vissir alveg að Pitbull ekki að koma sko, ég veit ekki þig ekki það. Ég sverði upp á líf mitt ég ætla að spila. Þú hatar Pitbull. Sverði upp á líf móður minna, ég ætla að spila Pitbull. Ég er ekki að hata Pitbull, hvað gerði hann þér, ángríns? Mér finnst það bara ekki skemmtilega tónlistamæður. En talandi skemmtilega tónlistamenn, þá er að mætu til okkar Big Chubby Swiss. Velkomin. Sælir. Eða Prince Swiss. Big Chubby Swiss. Ég er ekki Chubby Swiss með lengur. Nei, en þú ert oft kallaðir Prince Swiss. Já, mikið kallað það af þér. Eða Swiss to mouth. Sem er pínu dirty, sko. Já, stelpunna kalla hann Swiss to mouth. Það ekki. Þetta er smá klám hjá strákarnum. Hvað segir Gemmi? Takk fyrir síðast. Já, takk sem leiðis. Hvernig ertu? Ég er bara allur að skriða saman. Það ekki? Hvað var gert í gær? Það var aðeins litið á uppistand, fór á með Ísland í gærkvöldið í Mosó. Já, það var stórskemmtileg, sko. Kallinn var að sippa á sig í gær. Já, ég hló mikið. Hver var að finna þetta? Það var hann að sem mætti í restina, hann var alveg geggjaður. Hver var það? Jóhann? Já, hann er mjög fyndinn. Hver er Jóhann? Já, ég leikur alltaf reyndar í hundleðunum ólísauðlýsingum. Já, en hann er samt mjög fyndinn, sko. Já. Það var svona líkileg. Og fenguðu ykkur, fengið sér aðeins neðan í því? Það var aðeins litið í botnin á glasinu, ég veit ekki henni það. Og það kannski ástæði fyrir að stóra geðhæðingjum þetta taka 1 delli, sko, á 13 núna í dag? Það er ekki að detta 1, Sverrir, ángríns. Þetta er eina æfingin í vikunni, sem enn ekki var 1. Ég er með þér alla aðra daga vikunni, þú verður að gefa mér smá breyk. Sverrir Bergmann, það er spurning hérna frá hlustanda. Ertu búin að æla í þingun í dag? Þetta er svona þegar maður býður hann býð heima. Þetta mamma sé að hlusta, við erum ekki að tala í dag. Hvað er maður loft í dag? Ertu hreinskilinn? Hey, Circle of Trust. Ég var mjög slappur, ég er búin að lenda nokkur sér mér. Hvað aldrei? Segðu mér allt í rúmið að spluða, please. Nei, allt í rúmið, já hvað heldur þetta bara æla og hljóð fram til mér? Æli maður ekki alltaf í klósett, er það ekki bara standard? Og fórstu á hnén eða stóðstu og hallaði þig fram? Fyrir á hnén, stendur ykkur bara... Já, það er miklu meira... Er það? Það er miklu meira manly. Þú stendur og hallaði bara fram og ælið þannig. Ertu bara njánum eins og þetta fara að sjúa eitthvað? Bara hann þetta fari öruglega voni. Ég er ekki að gusa þessu bara út allt baðabyrgi, sko. Ferðu bara hann á hnén til að sjúa eitthvað? Er ekki að fara hann á hnén til þess að til dæmis að æla eða? Alveg svora kjafturinn að þér. Þetta er fyrir konundar sem er að hlusta, ég best afsökun á Agni og hvernig hann haga sér stundum heitir þetta. Ok, Big Swiss er að taka þetta romantíska lag hann. Já, þetta er ok, ég hef ekki bara Swissi, Halld og Gunnar, þeir eru báður ready. Við erum klárir. Gott er hann inn í klefan. Þetta er sem sagt lag og þetta var mestum bið
Og allir hlustendur geta sendt á autti@fm.is. Nú ætla ég að biðja til alla Pitbull aðdáendur úti. Nú dreyti þið mailum autti@fm.is og þið biðjið eitthvað almennilegt lag hjá The Swiss Baby næsta fös og ég þurfi ekki að drepa mig hérna ángríns. En ok, viltu ekki heyra lagi hjá þeim strákunum áður en þú fer að brakka þér? Jú, ég vil heyra það. Þetta sem sagt Sverrir Bergman, er þið klárið strákana? Þetta Sverrir Bergman með Someone Like You. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. FM, góðan dag. Já, góðan daginn. Hæ, viltu heyra jólalag? Já, þó fyrir hefði verið vinnur. Það er svoleiðis. Það er stemming. Ég meina, maður er hlustandi á þetta arg og gargalla allt ár út í kringa fyrir að hlusta á jólalögin. Nákvæmlega. Þau eru svo mörg, ég veit ekki hvernig á að fara að spila þetta. Ég er eftir banana til að fá ekki seinatra. Þú vil drekka til mjólk til að geta mikið fleiri fyrir þetta. Það er snilt að fá að hanga með þessu fólki í heila dag. Svo til að jafna það út, þá ákvað ég að bóka hérna að hafa döðurokstónleika á Gaupnum. Til að jafna út. Magasín. Alla virka mótna á FM 957. Vertu byrnámsmaður og fáðu betri kjör og alls konar tilboð. Kannaðu málið á Facebook og byr.is. Shell V-Power hjálpa til við að viðhalda bestu mögulegu afköstum og endingu vélarinnar í öllum bensínbílum. Shell V-Power. Nóa Kropp. Bæði með ljósu og dökku súkkulaði. Tvöföld brakandi snilld. Afmælistilboð 10.11 í nóvember. Mix á 99 krónur. Barilla Spaghetti á 129 krónur. Saltangir á 69 krónur. Rjóma súkkulaði á 49 krónur. 10.11 opið í 20 ár. Eldsmiðjan. Taktu með það borðað á staðnum. 3 staðir, sími 562 38 38. Opið allan sólarhringinn í Office One skeifinni. Ég ætla að spara í ár. Office One. Kjóladagar í Oasis. 20% afsláttur af öllum kjólum aðeins þessa helgi. Oasis Kringlunni, Oasis Smáralind. Bertoni jakkafötin eru komin í hús. Herra Hafnarfjörður. Ekki missa FIFA-mótinu og tískusýningunni í Outfitters Nation. Upplýsingar á Facebook. Outfitters Nation Kringlunni. Heineken Star Party á Café Olivers næstkomandi laugardagskvöld. Ofursveitin Agent Fresco stígur á stokk. Og ískaldur grænn á flottu tilboði allt kvöldið. Allt í boði Heineken. Spurningabomban og The X-Factor í kvöld. Date Night með Steve Carell á morgun. Heimsendir og Þorsteinn Guðmundsson grínisti í sjálfstæðu fólki á sunnudaginn. Og jóladaskar á Stöðvar 2. Þú kaupir áskrift núna og við opnum strax. Þú greiðir aðeins halva nóvember með desember áskrift. Skelltu þér núna inn á stöð2.is eða hringdu í síma 512 5100. Stöð 2. Skemmtilegri í 25 ár. Upplifðu jólin með Bíkó. Nýtt Bíkó-blað var að koma út yfirfullt af vörum sem léttaðir jólaundirbúninginn. Komdu í Bíkó og gerðu frábær kaup fyrir jólin. Bíkó byggir upp jólastemminguna. Sleggjan. Geggjuð upplifun. Komdu að leika. Skemmtigarðurinn Smáralind. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Went from Mr. 305, Dade County, to Mr. Worldwide, all around the world. And now, we're international. Æ, þú getur hægt að væla núna, þetta er búin fyrir þig. Það er loksins, það er ekki, það botnaði þetta allt. Þetta er Mr. 305 sem er á einhvern skrítin hátt uppáls tónlistamæðurnas gils. Mr. Worldwide. Já, stórkostlegt. Já, ég verði að við Big Sweats var með væmið lag en það var vel gert hjá honum eins og alltaf, hann alltaf er að hell of a singer. Og hell of a man. Þetta var flott þessi. Já, takk svo. En nú fyrir við samt að þú keirur þetta í gang, sko, ég er meira tempo og næsta fyrsta. Það er þessi föstudagarið, þá þarf ekki að vera stanslust partí, sko, það er fólk að keira heim og vinna, það er ekkert allir bara með korona að hlusta þáttinn, sko. Það þarf ekki að vera partí, það er föstudagur, þannig að koma helgi, sko. Já, ég veit, en ef fólk sem er bara heima í rólegheitunum upp í bústað. Heldur það ekki verið til að heyra þetta lag? Já, þú er aldrei farið í fyllir í bústaðu. Það eina svo gerir þú fyrir sjónbústað og dettur í það, sko. Hefur einhvern tíma verið í bústað og ekki fullur?
þegar ég fyrir upp í bústað þá það því ég vil loka mig af og slaka á. Og það þetta í það loka mig af, það þetta hljómar illa. Já, þetta var alltaf vel gett stress, en ángríns, hörðu, þetta neti hérna í þessu stúdíói. Ángríns. Þetta 56K tengingin, það að hringa inn hérna, þú veist, áður að fara á netið það. Ég veit það ekki, ég veit ekki svona hvað það tala Ég ít á vefsíðu, hún hálftíma leiðin upp. Ángríns. Hvern þarf hann að skeina? Magasín, Svala, Heiðar Östmann. Það einhverjum allt niður úr sérna, það bara hannig. Ég nenni ekki að þurfa að fara á vísi. Já, hörðu, ok, ít og ekkert. Ég býð bara í hálftíma. Finnst þið þetta skemmtilegt topic? Mér er skipt sama. Mér er alveg að gera mig geðveika. Sérðu Big Sweat, sérðu þetta henni merkið hérna. Það þýðir hún sé að hugsa. Og hvað er vefsíðan? Hún þýðir þetta sé að hugsa í alvörunni? Já, ég er að kenna þér á tölvu. Þú situr á mesta tölvulúða of all time og þú segir hún hvernig tölvun er að hugsa. Þetta er gaurið sem stjórnar geimtíli, sko. Já, hann in a good way. Kalla hann Video Game Boy. Hey, Video Game Boy. Hey. Playing video game. Málið Big Sweat, hann svo sniðugur, sko. Þegar hann fer að party, leggja hamari niður. Party hardy. Og hann hugsa ekki sem að sér, ok, mér langar að eiga mög í kvöld. Málið hann sérhæfir sig í video games. Þannig að alla stelpur sem elskar video games, það vilja fá hann Sverri Bergmann inn í sig. Má ég segja söguna Svessi þegar þú varst að tala við stelpun á gamlárskvöldinu? Þetta er enda löngsaða. Það er fyndnasta sem ég séð á ævi minn. Það var stelpa sem var næstu fann að gráta hjá Svessa því að Svessi var að segja henni að hún þurfti að breyta klan í World of Warcraft því að hún var í algjör orkur. Hann sagði það bara á henni. Og hún bara, takk Sverri, ég hef alltaf að hugsa þetta. Ég grét úr hlátri. Var þetta bara B5? Varst það flaskað upp og talað um World of Warcraft? Þetta var reyndar á English, sko. Þetta var mjög fyndið og skemmtilegt. Hægt að tala um Warcraft á jamminu, Sverri. Ég tala bara um það sem fólk vil tala um. Ok, hann hittir svona World of Warcraft hann er líka með skeggmarkaðin. Hann er með skeggmarkaðin. Þú veist að Mila Kunis, þú veist hvað hún er flott. Hún er alltaf í World of Warcraft. Já, ég var ekkert að segja að vera ljóta kenningar í World of Warcraft. Ég segja það. Þannig að málið bara að síðan líka með skegg og þannig að alla stelpur sem elskar skegg er líka svolítið í Big Chubby Sweat. Já, Svessi er líka singer, hell of a man. Þannig að hann er svona, hann er auðvöld með að ná sér í dömur. Elskar að kúra. Já, þetta er tótt. Já, hvað eru að fara? Við erum að fara í stunu dagsins. Já, það styttist í stunu dagsins. Það er svona hjólísarliðurinn okkar. Já, við skulum sjá hvernig þessi stuna gengur og sjá til hvernig þessi skemmtilegu liður. Og menn er að giska hvaða einstaklingur er að stynja. Já. Það verður gaman held ég. En herðu, næsta lag er eitt af mínum uppáhaldslögum. Það er að koma eitthvað þungildis lag. Yeah, þetta er óskalag fyrir Robba Chronic. Robbo? It was all a dream. I used to read Word Up. Þó að komi smá hérna Notorious B.I.G. Ég er ekkert á móti því, bara lagið 10 mínútur ángríns. Já, þetta er gott lag. Herðu, við byrjum að rándýra nýjan dagskólið sem heitir Stuna dagsins djöfisins rugl. Já, annarkvort er þetta rándýr og skemmtilegu dagskóliðir eða þetta er eins og þú segir svona white trash trailer. Þetta er þannig auðvitað, en þetta stundum með white trash svona feelingu bara skemmtilegt, þannig kannski er þetta bara good shit, sko. Já, ég hef ekki bara sjá hvernig þetta heppnast í dag. Ok, fólk heyrir stunduna, hringir inn, giskar hver þetta er. Við erum alltaf með Hot Celebrity, þetta er aldrei einhver... Já, það er alltaf einhver frægur í stundudagsins og þeir hringið 5... Og það verða einhver rándýri vinningar fyrir þess að giskar og rétt, það er bara þannig. Rándýri vinning, já. Það er bara þannig. Við vinnum eitthvað good shit. Ég meina, annars vinnur við stundudagsins og hvað, bara, og hvað? Já, fær rándýra vinning. Já, það er bara þannig. Já, það er bara þannig. Þannig að, viltu hafa það þannig að aðilinn sem kemur að stynja, viltu að hann hristi sig eða viltu hann bara feikið? Hvað, ertu 10 ára eða? Hvernig á ég að svara þessu? Á ég að segja, já, látum að hrista sig. Já, ég get alveg því að hann getur alveg farið, aðeins getur farið baka borðið. Já, þú veist alveg hann ekkert að fara að gera það. Ég þekki hellinga mannur sem þið gera það. Já, einmitt. Pókerfrávar og neðra hæðin ekki þið gera, ekki lofa því. Hann er ekki hot celebrity. Herðu, er gesturinn tilbúinn í þennan dagskóla? Herðu, hann er klár og þá byrjum við og það er 5.11.09.57 þegar giska hver á stunu dagsins. Við ætlum að byrja þetta á... ég ætla ekki að segja neitt. Ok, það er bara þú mátt. Bara let's go. Tímamót útarpið hjá strákunum. Ekki tröflan. Það er svo sé bara kirkjan. Þetta er bara það að hundurum minn er að fá. Ok, þetta var stjórnadagsins. Þetta var svakalega. Og við ætlum að taka einhver að fatta hverju þetta er. Má ég sjá, FM 95 blöð. FM 9, herri, það er bara eins og sé remixið. FM 95 blöð, þetta var rosalegt. FM 95 blöð. Halló? FM 95 blöð. Halló? Ég skellt þetta, fólk voru ekki með allt niður og græðum og svo alltaf. Nei, ég er með þetta hárrið hérna, FM 95 blöð.
Halló? Halló? Já, góðan daginn. Ég ætla að segja þetta sé Egill, þetta er alveg eins og hann. Ó, þekkir það. Án grín, sko. Þetta var ekki Egill. Það er aðil í henni stúdíónu sem er að þessu. Ég vil óska þess að ég get ekki þátt í þessu leik. Ég er gaman að þess, sko. Má ég vera með eftir hana? Já, við getum kannski lumaður ekkert með þig. Ok. Herru, nei, þetta var ekki Egill. Takk fyrir að ringja. Herru, F95 blöð. Halló. Var þetta Aron Pálmarsson? Aron Pálmarsson? Nei. Nei, þið með góð ágiskun. Hann steinir mikið, en nei, þetta var ekki hann. Við gætum þurft að gefa kannski smá vísbendingar eftir smá að þig. Já, tjekkum að einu menn. Já, maður sjá. FM95 blöð. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Veistu hver var í stunu dagsins? Er þetta ekki Heiðar Austmann? Heiðar Austmann, nei, reyndar kemur ekki óvart að hann væri svipaður. Já, hann elskar alltaf að kirkja sig, ég lofaði því. Já, þetta var ekki Heiðar Austmann. Takk fyrir að syngja. Sko, ekki vísbendingu. Hann er mjög grað, hann er horny, sko, sem er innan með okkur. Það er ekki kynverðar, sko, það er bara hann. Já, það er góð vísbending, hann er horny. FM95 blöð. Góðan daginn. Góðan daginn. Er það Ari Eldjárn? Ari Eldjárn? Nei. Nei, bara takk fyrir ágiskuna, reynda aftur, reynda það. Já, bæ. Ok, bæ. Herru, við þurfum að gefa smá, þessi dagskrá var alltaf landið. Síðan þrengjum við þetta, eina. Halló. Halló. Hvað sagðu? Veistu hver á stunu dagsins? Var það Friðrik Dór? Var þetta? Friðrik Dór? Nei, því miður rápar ágiskun. En já, ok, við skulum gefa þá vísbendingu að Friðrik Dór var enda mjög ágiskun af því að þetta er tónlistarmaður. Já, nú ertu svolítið búin að, þú veist. Já, ég meina, ég var verið í allan dag í stunu dagsins. Ég geti verið í sjálf dag, það var hann. Halló? Halló? Talaði Símon Rassus. Halló? Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Stunu dagsins, hver á hana? Skjóttu. Hæ? Er þetta Steindi? Nei, þetta var ekki Steindi. Þetta er söngvi. Já, ok, Steindi. Steindi, jú, þetta var fínt, hann syngur. En takk fyrir að ringja. Herru, verður við ekki að fara að gefa þetta bara. Ok, ég var að segja að þessi maður kemur frá bæ. Nei, hvað er eðlika leikinn? Kemur frá bæ? Vá, fyrir ekki. Varst að fara eðlikinn, ég var ángriðs. Halló? Er þetta Jónsson? Er þetta? Jón Jónsson? Nei, ekki Jón Jónsson. Mennun og hvernig nála þessu. Já, góð ágiskun. Ég segi að þetta ekki 2 í viðbútt, þá er þetta komin. Ok, halló? Múkisson? Múkisson? Mjög nálægt í. Nei, það er ekki, þetta er langt frá þig. Múkisson er ekki nálægt í. Jón Jónsson var nærði, ég við ekki hana. Ok, má ég ekki smá vísbendingu? Nei, þetta kemur núna. Ok, halló? Veistu hver á stunu dagsins? Er það MC Gauti? Nei. Nú, þetta kemur næst, það er bara hann. Já, ok, herru, takk samt fyrir að ríka. Ok, sett eitt enn. Halló? Þetta er augljóslega Bent. Nei, þetta er ekki Bent. Ég hef eina vísbendingu viðbútt. Hann er líka en athlete. Já. Hann er söngværi / athlete. Þannig að nú er stórkostleg vinningar í boði. Já. Hver á stunu? Það er við kontum með smá stunu. Ég er bara hrættu við. Halló? 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 Skemmtilegt. Halló? Er það Sverri Bergmann? Nei, þú veit það lélegt að hann bara verið. Já, það er rétt, þetta var Svessi. Við nefndum ekki að fá hann að gana að gæja hérna inn hann. Nei, Svessi er líka ekki en athlete, sko. En takk sættur að ringja. Jó, hann er í körfu og liftir okkar taktu inn, hérna, eins og sem þekki hringinguna, já. Já, það er eitthvað sem fatt að þetta væri hann, að vera að ringja í hann. Halló? Er þetta Sverri Bergmann? Nei, þetta er ekki Svessi. Já, það ringir takk sættur að ringja. Sverri Bergmann og... Ok, þetta er íþróttamaður og tónlistarmaður. Já, íþróttamaður, tónlistarmaður, hann er horny, hann elskar kynlíf og hann elskar fótbolta og... Já, stelpunnar eru óðar í hann. Það er bara hann. F9 blöð? Er það Raggi Bjarn? Ángrísi, er þetta Raggi Bjarn? Erum við með heimskustu hlustendur bara í heimi? Verður þið ekki bara að segja þetta eða? Það er enginn að fara að skjóta. Nei, þetta er skemmtilegt. Ég hlakka til að heyra hvaða nafn kemur næst. Halló? Sælir. Hvernig ertu? Þetta er Ingo fokkin við ykkur. Það er bara þannig. Vel gert. Loksins. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Þetta var vel gert. Stunadagsins, það var hann Ingo við ykkur. Og þú var, það er... Jaris í velun, já. Hvað segir við? Hvað var ekki Jaris í velun? Nei, Rándýr ristavél. Já, við erum að spá að gefa ristavél. Já. Og spilaru golf. Já, svona. Já, ég er með Gucci 10 handaði líka. 10 ristavél, þetta er bara býður í afgreiðslunni í Skattalið. 5. En ekki koma nema á milli 6 og 7 á þriðjudagskvöldum, annars er hún ekki hann. Já, þetta ristafélagin er bara þá gamli. Það eru flottasti. Takk fyrir útsnillingu, þú hafði mikið með þetta. Við erum óskalag. Já, fara óskalag í velun. Auðvitað, hvað er með eitthvað rándýrt?
Eitthvað gott með Pitbull. Þarna þegar djöfull jánaði með þetta. Hvað Pitbull-aðdöndur að koma fram. Já, við kannski skellum Rain over Me og það ekki að koma í dag. Við setjum það eftir. Herru, það verið að pikka í mig hérna. Ég verð að setja á smá auglýsingar svo að tala við Ingo. Magasín á FM 957. Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Nú veit ég ekki þetta, ég ekki mikið að nota svona sjálfur, sko. Segir okkur það? Nei, ég nota alveg krem, skilur. Magasín, alla virkamótna milli 7 og 10. Niðurtalningin að vinsalasta lagi landsins. Í beinni útsendingu alla laugardaga. Kinnarlistans eru Brynjar Már og Erna Hrönn. Þú vilt ekki missa af þessu. Íslenski listinn á laugardugum klukkan 4. Skoðaðu listaninn á fm957.is. Nóa Kropp. Ómissandi, brakandi snilld. Dekkjahöllin með dekk á betra verði undir bílinn í dag. Dekkjahöllin Akureyri, Egilsstöðum og Skeifunni 5. Sími 581 3002. Forever 21 á outfit.is. Allt í steik. Ekki missa af nýja steikasalatin okkar. American Style. Hraðpenningar.is. Tíminn núna. Myndu þessi Pop Secret skilaboð. Engin transvita. Pop Secret. Poppið í bláakossunum. Gaukur og Stöng, föstudagskvöld. Shogun, Endless Dark, Trust the Lies. Nánari upplýsingar á gaukurostöng.is. Átt þú stefnumót við milljónir á laugardaginn? Lottobotturinn stefnir í 18 milljónir. Leifðu þér smá lottó. Bertoni jakkafötin eru komin í hús. Herra Hafnarfjörður. Reykjavík Rocks kynna eitt stærsta dubstep artista í heiminum í dag. Mount Eden og Sigur á NASA í kvöld. Miðasala fyrir fram á Pizza Pronto og miði.is. Ekki láta þetta kvöld fram með þið fara og skelltu því einum svellkvöldum Miller. Til að fagna nýjum Yaris á götunum þá bjóðum við þeim sem aka Yaris nýjum eða eldri upp á ís fyrir alla í bílnum nú á sunnudag á milli klukkan 15 og 17. Nánari upplýsingar á Facebook síðu Toyota á Íslandi. Komdu í Yaris bíltúr Toyota. 100 leiktæki. Komdu að leika. Skemmtigarðurinn Smáralind. Samfilm kynnir Twilight, Breaking Dawn. Jacob Bella og Edward Cullen eru komin aftur í þessari mögnuðu mynd ástir og örlög Bellu. Twilight, Breaking Dawn. Sýnt í Sambíónum. Heineken Star Party á Café Olivers næstkomandi laugardagskvöld. Ofursveitin Agent Fresco stígur á stokk. Og ískaldur grænn á flottu tilboði allt kvöldið. Allt í boði Heineken. FM 95 Blö í boði. Vantaði lán? Það alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköldlóttan. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Sérstakt óskalag hérna fyrir Egil Einarsson. Ekki bara mig, það millions of... Eldus út í þeim? Ég er í kólvetnarsveldi, án gríns. Það var ógeðslega töff. Ég er búinn að taka minna af kólvetnum núna þessari viku en síðustu viku. Mjög erfitt að vera að tala, sko. En okkur þetta sveltaði? Út af því ég er að taka upp þættina og ég þarf að vera 3-4% vita þar. Ég ber ofan, Kristoffer Dignus, þú er búinn að vinna með í 10 ár, hann skrifar handritinn og ég held honum ángríns langi að fara inn í mig því að hann er með mig ber hún ofan í hverju einasta þætti í öðru það er náttúrulega eitthvað sem þú vilt ekki sjálfur. Hann skrifar handritinn samt upp á bókunum mínum. Já, þegið, ángríns. Herðu, þetta snýst ekki þig og þína 50%. Það er komið til okkar góði gestur, hann heitir Ingo, kallaður Ingo Veðuguð, verður velkominn. Sælir, takk fyrir. Það var rándi í stöðuna þegar ráðan gamli ángríns. Já, ég veit það. Það var eins og að vera kirkja, það var svona eins og að vera búin að setja bindum hálsumnaðar og þrengja það vel. Já, en mér finnst það svolítið eins og blanda af svona kynlífsstöðnu og liftingastöðnu. Já, reyndar. Stöðnadagsins ekkert endilega kynlífsstöðna. Nei, ég skildi þetta að ég væri bara að pumpa, sko. Já, nákvæmlega. Væri bara í bekknum, sko. Þetta er mjög vel gert, viðurkenna það. Herðu Ingo, þú ert að fara að spila með okkur í kvöld á móti Vestló. Já, það er stórleikur í kórnum klukkan, 7:30. Byrjar ekki kick-off 8? Kick-off 8, já. Sko málið er, Ingo, ég og Blöð erum á topp
Ætlar þú að vera á öðru kantinu? Er þetta ekki svona hlaupagikku? Getur ekki hlaupið? Ég hlaupa endalaust, það einhver að vera þannig sko. Ævar Gudmundsson stabill á miðinni. Já, en Gudmundsson alltaf rosalegur líka í vörninni sko. Hafsend, Skúlajón og Gudmundsson í vörnina, þá var ekki að fara að skora og síðan í höppi fyrir aftan og við erum alltaf með Gauja og Dóra DNA í sjökkurum bakvörðunum sko. Nei, þetta er alltaf svona í þessum góðgerðarleikum sko. Við erum alltaf svona aðhlátursefni, það eru vel þreytt sko. Hvernig var að mynda bara að vinna einu sinni? Veit að pakka þessu vestlókaðar saman. Það er bara þannig, án grín sko. Það er alveg komið tíma á það sko. Það er sko gauðra sem er að keyra í skólana Audi TT eiga ekki að vinna okkur í fótboll sko. Já, en nálega þeir eru allir náttúrulega, þú veist, þetta eru 18 ára gæjar og þeir geta hlaupið náttúrulega endalaust. Já, ég veit að það er ofta að há okkur. Og pabbi er að keypta Predator handa þeim sko. Já, þetta er allir í flottustu skólunum sko. En málega er, þú veist, hvað ertu sinna að spila ykkur kvöld, gemlið? Já, bara einhverja ásóttíð sko. Já, en á morgun, það er aðal shitið, það eru mættur á Players. Það eru mættur á Players. Já, og hvenær dettur inn, hvenær byrjar að spila? Ég byrja svona 12:30 kannski. Já, ok, það er ammali á Mike Brown, eiganda Players sko. Og góðu félagi okkar. Já, hann hérna... Við kvöldum alla til að kíkja á Ingo og annað kvöld. Já, það er gott að byrja á Players, keyra þetta í gang, þú veist, og hérna, og síðan getur maður kannski, veist, nelst inn í bæ svona 3:30 og B5 að dagins í gang það er restina sko. 3:30 að fara það. Já, það erum að gera að byrja þetta á Players, svo þarf klukkan að slá í 3:30, þá tekum maður bærin B5 að renda upp og svo kíkja, veist, hvað heldur að fólk sé bara djamin til 7 á morgnana? Svo er Amsterdam bara 6. Hann býður eftir þar hann Óli. Það er líka Barbara, oft opið lengur þar. Barbarella? Barbara. Það er ekki geistæður? Það er geistæður, en það er opið lengur þar, veist. Ég er ekki hommið sann sko, þá ég farið þangastöndur sko, ég er alveg Þú ert ekki að fyrir vörð, ég er bara að spyrja hvort það væri. Ég er að grín. En hérna, annar mál, svo ertu líka að gefa út plötu, eða ekki? Já, geisladisk, nýr geisladisk. Já, og hann heitir Ingo? Það heitir bara Ingo, eins og ég og afi minn og langaði minn. Það heitir allir Ingo, svo alltaf annað hver ætliður. Hvað veistu þetta? Margar svona fjölskyldur í Íslandi. En svo þú ert sólóð, ekki? Jú. Það er ekki veðugauðið með þér. Þegar eru kannski 5 gæjar sem vilja allir kannski ráða og mikið hvernig trommennur og bassin og gítarinn og það verður alltaf vesen sko. Þannig að þú fara að stjórna þessu bara alveg sjálfur? Já, því ég sem lögin hvort það er, þannig að þá fæ ég bara ráða núna. Ok, herri, ég sé út með kassagítarinn að með þér, ætlar að spila eitthvað hérna? Nei, ég tek hann bara alltaf með, allt sem ég fer. Já, ok, glammaði eitthvað. Já, prófum hérna, ég ætla að heyra Egill. Já. Nú er þetta ótt talað um það að þú sért ekki autotunar í lægin okkar. Ég er ekki autotunar í lægin. Nei, ok, og ekki bara spilum þess. Þú syngur alltaf byrjuðið byrjað með, gangið þið vel núna? Ég ætla að taka það lag. Ok. Gangið þið vel og ég tek ekki alltaf með bar. Þú okkur ekki. Ok, þú verður að segja mig hvernig ég var að byrja. Er að byrja með þátt á FM 957. Sverrir, hjálpa hana með þess án gríns. Byrjar. Hvað næst nær? Næstu þið komið. Sexy svalir. Það er reynda pínu að hallast þetta að við skulum vera að syngja okkar eigi lag hérna, ekki? En Ingo tók það gott að gera. Já. Þetta er hérna, herðu á. Kenniði mér, þið sendið mér mail fyrir 2 vikur og báðum að koma í þáttir og spila lægið. Þetta er að læra lægið okkar. Ertu að spila þetta lag, þú ert ólegur og svona? Já, bara einhvern veginn sem skipt sem ég gef fram. Djúvill fíla, já. Verður ekki alltaf vittlust? Já, það er bara allir úr og ofan, bara allt brjálað. Ég er að spá að henda þetta einu lægi, strákar. Já. Og Ingo, ertu nokkuð hraðferð? Verður ekki bara áfram með okkur? Jú, ég get setið hérna. Akkur ekki? Ég ætla Hvernig líst þér á þetta, Egill? Fæ ég ekki óskala svo eftir? Jú. Okay. Hvað ætti að setja núna? Hvað ætti að setja á? Hlustaði bara. Þú veist alveg hvað lag þetta er? Já, hvað, byrjar það í kvöld, eða? Ég reyndar, vissi ekki að intro verður svona ríkala langt á sem það. Þú ert með allt niður þig í álverðinu. Hanna? Já, þetta er enda rámbíl. Það er okkur tæknast í henni. American Style. Hey Boppa Lula, she's my baby. Ertu búinn að smakka Elvis borgaran? American Style. Máltíð mánaðarins á KFC. Skorað á hungrið með Original Boxmaster, frönskum og gósi fyrir aðeins 999 krónur. KFC, svo gott. Gaukur og Stöng, föstudagskvöld. Shogun, Endless Dark, Trust the Lies. Nánari upplýsingar á gaukurostöng.is. Pappa með í leik. Fjölskyldu alias er glænýtt orðskýringaspil fyrir alla fjölskylduna. Það sem börnin og fullorðin njóta sín saman í skemmtilegum leik. Fjölskyldu alias fær fjölskylduna til að leika saman. Fjölskyldu alias fast í Hagkaup. Bertóni jakkafötin eru komin í hús. Herra Hafnarfjörður.
Kleggjan, geggjuð upplifun. Komdu að leika, skemmtigarðurinn Smáralind. FM 95 Blöð í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blöð á FM 957. Það eitthvað sexy við þetta lag. FM 95 Blöð með ykkur á þessum föstu degi. Búið að vera hrikalega gaman hérna á okkur strákunum og það mikið verið að biðja okkur að spila lagið með Svessa aftur. Það aldrei vitunum ég hendi bara í lok þátt að þegar við kveðjum. Föstu degi. Strákarnir, já. Hérna, hörðu. Ingo við ykkur eða þá hjá okkur, já. Já, hörðu, það var eldhúspartí í gær. Þessi eldhúspartí eru reglulega á FM. Já, þau voru bara að byrja núna aftur. Já, málið og veist, okkur veit ég ekki SMS eða e-mail eða eitthvað. Hörðu, Gilsóðingi, það eldhúspartíin í gangi núna, sko. Nú fegstu það ekki? Ég ekki komið með e-mail @fm.is og þú út með auði@fm.is sem grjótart e-mail. Það mentist enginn á þeim á eldhúspartí í gær. Enginn. Þú vissir alveg Enginn! Þú veist alveg þeir eru bóði. Ég vissi ekki af því, dickweed. Kitchen party. Já, ég vissi hvernig að ég bara í skegna. Nei, það er búið að auglýsa þetta á stöðinni. Það er ekki skikt á marga. Er það ekki pælingin á baku það? Já, þeir vilja ekki fá mig. Já, þeir vilja ekki fá mig. Ég segi það, þeir vilja ekki, sem að Brad Pitt myndi mæta. Já, segjum ekki Gilsöðinginu frá þessu. Nei, ég segi það. Það er þessi líka. Það er líka gamalt tónlistarmaður sjálfur. Já, málið ég reyndar viðurkenna það svolítið rugg sem fylgir svo eldhúspartíum, sko. Rugg sem fylgir svona tónlistarverðinu. Settest Club spila aldrei á Málið ég var tónlistarmaður eins og Ingo, sko. Já, ég veit það. Ég veit alveg hvers konar óregla fylgir. Ég nefn ekki ræðið til hverjum einasta þætti, þú varst aldrei tónlistarmaður. Ég veit alveg hvers konar óregla fylgir því að vera tónlistarmaður, sko. Er óreglaður, Ingo? Þið mistu bara hausinn í því Messages Club. Já, svolítið þannig, sko. Þið liðið og hratt. Það var þannig, sko. Það fóru og hratt. Málið ég sem búið að segja við Ödda, og þú veist, hann myndi aldrei höndla tónlistarmaður, sko. Aldrei. Höndlaði þú hann? Nei, þú veist, ég höndlaði svona ágætlega. Þú veist, ágætlega. En ég viðurkenni að ég geti höndlaði betur. Svo mikið óregla sem fylgir þessu. Já. Er óreglað þér, Ingo, eða? Það eru freistingar út allt, strákar. Já. Ég meina, auðvitað, hann að spila á Akureyri Hjallanum, þú veist, og allt vittlust, hann dreginn að sviðinu, þetta veist, hann ekki vinni í tölvugerunum, sko. Hann ekki að forrita, sko. Og málið auðvitað að þú myndir aldrei höndla. Akkur myndi ég ekki höndla eitthvað frekar en þú? Út af því þú myndir bara vera fullur allan daginn og með allt niður því. Heldur í alveg þó ég væri að túra sem eitthvað tónlistarmaður hérna á Íslandi, ég væri bara fullur allan daginn, ekki með þig. Ég væri að spila í sjálfum og Laugardalsvelli. Hvað heldur það hefði verið? Það myndi alltaf vera svona, hörðu, Öddi að fara á svið hérna, hann fullur. Hann kemst ekki, hann dauður hérna baksviðs. Það það sem væri í gangi. Þú veist sko til dæmis að ég og Sveppi fyrir mikið og erum að skemmta og erum veislustjórar, ekki liggjum við bara döð og drukknir allan daginn. Það kallast að koma fram. Það ekki tónlistarbarsi, kallað minn. Það svolítið annað. Þú myndir bara ekki höndla tónlistarbarsan. Ég ekkert að nefna leiðilegur, sko. Nei, ok, en þú sagði mér svo sjálf og þú höndlar hann ekki sjálf. En Ingo, þú reyndi Öddið ekkert í gamla það á Mælifelli og Króknum. Það? Reyndir það? Tókst eitthvað trúbaki þar, eða? Trúpa, ég? Nei, ég kann ekki syngja. Aldrei. En Ingo, þú drekkur þú ekkert svo mikið, þú ekkert alkohólist í þannig? Nei, ég er langt frá því, sko. Ég myndi að segja svona, á tónlistarbrasa standard er ég reglu maður. Já, miðað við tónlistarmann, sko. Já, þetta íþróttamann líka? Já, ég er alltaf íþróttamann, þannig að maður þarf að... Það hjálpaði svolítið. Leið og hættir í boltanum, þá óttu komin rugglið, held ég. Tómt tjón. Það er þetta eitt sem hefur alltaf langt að spyrja út hérna, Ingo, eftir ég sá því í Sjálfstæði fólki. Ertu fíkil í spilakassa? Svona snertikassa sem er í sjoppu. Þetta var þetta skelvilegt, sko. Ég tók reynda smá tíma bara eins og margir. Nei, ég fór nú aldrei eitthvað all in. Svo lendi ég að 22. desember fór inn í miðbæ að versla jólagjafir á fjölskylduna. Herðu, og ég ákveði að henda mér í eina puls og kók hérna á sjoppunni, veit ég hvað hann er hérna á milli, sko. Herðu, og ég vill svo til ég fæ tilbaka út 400 kalli klinki, ákveði að skella honum í kassa, nota þetta í bónusleik og komin upp í 7 skall, þá er ég veit af. Herðu, akkúrat þá, það lappar hann að Sindri á Íslandi í dag, lappar inn og bara í beinni Ingo, er það svona sem þú eigði í jólunum? Ég sný mig við í kassanum með pull og kók á Þorláksmessu, aleinn, ekkert smá sorglegt, sko. Ég var nýbúin að segja Jón Ársali að þú væri svolítið í kassanum. Já, ég var eins í kassanum, sko. Og hann kom líka bara gjössalega til, sko, svo spurði mig það í beinni, sko. Og ég fekk svona 40 SMS, hvort ég væri bara, ertu alltaf í kassanum? Bara frá öllum frængum mínum og öllum sem ekki væntum mig bara. Því að ég get ekki fara að gaggrina því að það er nettur spilafíkillið mér sjálfum, sko. En ég er ekki inn í sjó
sjoppum í spilakössum eitthvað? Nei, ég tók svona smá stundum. Það er gaman samt. Það er stundum fínt að henda klinkinu í, sko, restinni. Styrkir gott málefni, fyrir ykkur sem að höndlið þetta. Nei, þetta er tóm vitleysa, þá náttúrulega, ég mæli ekki með því fyrir enda að vera að henda í kassan. Það er bara þannig. Svo maður á flugstöðinu og senka fluginu kannski 2 tíma og það er bara 25 skall ef að kassin er ekki að gefa, sko. Ef að menn eru annar búin að byrja þeir, sko, ef hann er ekki heitur kassin, sko. Það eru 5 áratni fljótur að fara. En hérna, Sverrir Bergmann ætlar að koma í fótboltaleikin í kvöld. Já. Þetta er ekki kórnum, hún var að senda þetta í Fífunni klukkan 8. Þetta er í Fífunni klukkan 8. Ég er líka með Heiðar Austmann, hann getur bjargað sér aðeins í vörninni með Gudmundsson kannski og Heiðar Austmann er mjög góður varnarmaður, sko. Við erum komið því vílitt lið. Ég held nefnilega við séum að þetta, sko, Sverrir Bergmann er reyndar one hell of a singer, en þegar kemur að fótbolta þá er hann... Haldi í vesinni satt, þau eru Vestlógæðina, þau eru menninir í Vestló, skilur, þau eru menninir, þau lappa inn í matsalinn og alla stelpunum. Hvað gerur þau fyrst? Kvísla. Fótboltastrákarnir. Sé að mæta þeir á móti okkur kynlífsvíklunum og við pökkum þeim saman. Þessu í álurinn, þetta er mikið niðurlæging fyrir það. Ef þú ert með 2 harða upp á topp, út með Ævar Gudmundsson og Ingo Veðuguð á miðunni. Ingo eina segir byggðum, feed me inn í tegnum. Just feed me. Þú er ekki góð skallamæri, Egill? Jó, ég er mjög oflur í loftinu, sko. Er það? Nei, ég er ekki... Ég þarf bara að fá almennilega bolta. Akkur heldur að það sé spíðari þegar ég er að tala um það. Ég hef aldrei séð skoða skallamark, aldrei. Þess vegna byggða Ingo feed me. Ok, Egill, heldur þú að þú benchir meira en Cristiano Ronaldo? Já. Heldur við svona? Já, 100%. 100% viss? Já, þó Cristiano Ronaldo sé hérna... Veistu hvað Ronaldo er að taka í bekka? Nei, ég er ekki alveg viss hvað. Það tekur ekki 160 í bekk. Max 160. Þannig að málega hann er mjög... Ég segja, ég myndi auðvitað tippa á, setja pening á hvað Ronaldo takir í bekk, ég myndi segja 135, sem er mjög mikið með fótboltamann. Já. En ekki 60 samt. Hvað er það að Messi taki? Messi er það sterkur, sko. Já, lítill og sama reygin. Hann er hrikalega sterkur í löppunum, sko. Hann tekur bara þvílík mikið að kílóum í svona lappa. Beygju. Já, svona litli gæjar, svona sama regnir, eru svona þægjöld fyrir það að beigja, sko. Hvað ert þú að bekkja, Ingo? Ég, 105. 105? Já, bara yfir 100 kíló, það er grjótættur fótboltamann. Fótboltamann er yfirleitt kriplingar, sko, í liftingum, sko. En núna fyrir alla aðdáðandina núti, Ingo, hvað er það mesta sem þú runni í spilakassa? Ég tók einu svona 42.000 á Akureyri. Það var heldur löng helgi, maður. Það bjargaði alveg helginni, maður. Það gikk á sjálfurnum og það voru heldur bara 60 manns eða eitthvað, þannig að ég náði að kassa vel út. Það bjargaði helginni á kallinu. Svo beint á greifan, maður. Íslenskt og gott hérna. Svo fyrir þetta að vera gott í okkur, en það er endar, við þurfum að tísa eitt hérna eftir og við ætlum líka enda á eftir að spila lagi að Svessa aftur, því að það er búið að senda svona Big Svess var að slá í gegn þessu lagi. Ég er búin að fá svona 50 e-mail að spila aftur. 50 e-mail? Lík því og nú að reyna að hressa Svessa þetta í þingunni, það er svona 5, en ég ætla samt að spila aftur. Þetta finnst mér með flottari íslensku lögum, bara í langa tíma, með fullri virðingu fyrir þér, Ingo Veðuguð. Ingo Veðuguð. Já. En hérna, við erum bara að fara að kveðja félagarnir, þannig bara... Já, þess vegna þurfum við að lækka hans í þessu stórkostlega lagi. Þetta er sem sagt yfirgefin með Valdimar og FM 95 Blö er að klárast þennan föstudaginn. Það er búið að vera stuð í dag. Það er alltaf stuð á flöskutugum, sko? Já, við erum enda rólegir í kvöld, við erum ekki verið að gera neitt, bara spila fótbolta og... Það segir sér að fara að playa svo morgun samt. Já, ég er að fara að mæta út af því að líka Mike Brown og Ammali á Players, pluss út að spila en ég verða með þetta, Mike Brown, hann er myndið trompast, ég myndi ekki með þetta. Já, og 2 harrir alltaf jafnvel að taka lagi korter yfir 1. Það er rosalegt. Já, við getum tekið FM 95 Blöðlagi og Players á morgun. Með Ingo Veðuguð. Ingo Veðuguð. En hvernig kvöldið það er eftir leikinn, Ingo? Hvernig svona helginn? Þú ert að spila þarna morgun? Já. Hvað það gerir í kvöld? Svo ætlum ég að fara að spila okkur ásóttíð. Já, ok, það verður stórkostlegt. Já, það er oft mjög gaman. Það sér maður svona týpur sem að eru rólegar á skrifstofunni vanlega en slá svo í gegn á árshátíðinni. Já, trompast alveg í áfengi og fara að rífast við alla eða reyna við alla, þannig að sko 2 týpur sko. Komið bindið á hausinn. Já, bindið á hausinn, ofmeta sig hans á dansskólanum. Og gerðan á símanum alltaf öskur og eitthvað sko. Já, sem enginn vissi hvað var fyrir 2 vikum og svo veit allir hverju er í vinnunni bara núna. Ég held að við aldrei gerst við einu fyrirtæki sem haldi einn svona jólagliði á þess að einhver drullu upp á nakk. Það er alltaf þannig. Hefur þú lent í því sjálfur eða skýtaður varst í IKEA? Varstu fullur og svo? Já, ég var aldrei, þú veist, ég var aldrei öskur yfir menn, sko. Nei. En það var alltaf þannig að það var alltaf einhver lagumæður sem var brjálaður, sko. Já, út í þig það? Nei, bara út í yfirmennina, sko. Já. Og fyrir að rífast við þá. Það er alltaf þannig, sko.
Ég einu sinni lendi í að spila ásatíð og eftir ásatíðan hringdi yfirmaður fyrirtækið sími og sagði að einn gæinn hefur rekinn eftir ásatíðina. Já, það er ekki jákvæmt. Það er ekki grín, sko. Það er svakalega þungt maður. Þú ert ekki neitt í vinnu þá, Ingo? Nei, ég er bara söngvari. 9 to 5. Bara tónlistarmaður, íþróttamaður. Já. Herðu, það er búið að vera stórkostlegt að fá þig inn í heimsókn, Ingo. Egill, þakka þér fyrir þáttinn. Við sjáumst aftur næsta föstudag. Ég minni á þáttinn á mánudaginn, þá verður Björn Bragi mættur aftur og við verðum með nýjan dagskrárlið sem heitir Heyrst hefur, þar sem við fáum Lóa Bergmann með okkur í lið. Ásamt því að við hringdum í fólk og spurðum hvort það væri meira að halda fram hjá yfir hátíðarnar. Fólk tók ekkert allt og vel í það. Þetta var samkvæmt einhverjar könnun sem ég las á netinu. En ég ætla að enda þennan þátt á að skila aftur kveðju til hennar Sölku Heimisdóttir sem er á spítalunum á Akureyri eftir hræðilegt slys og sem er lítil hetja. Já, og við óskum henni bara skjóð spata og hún vildi heyra lagið með Svessa aftur. Þannig að við ætlum að enda þetta hérna á Sverri Bergmann. Þetta var föstudagslagið okkur í dag. Rómest og fallegt í lokin. Það heitir Someone Like You.